Ég heiti Ragna Kemp Haraldsdóttir og ég lektor í upplýsingafræði hérna í Háskóla Íslands. Ég ein af nokkrum í þessum pilot-hóp í nýja námsumsjónarkerfinu Canvas og að prófa það núna í fyrsta skipti á vormisseri. Og mér þótti það strax spennandi og vildi fá að vera með. Ég var að vonast virkilega að fá að vera með í þessum pilot-hóp og fékk það sem betur fer. Ástæðan var eiginlega svo að ég var að vinna bæði í Moodle og Uglu og mér fannst það bæði orðið kannski svolítið úrelt sumt og mér langaði bara að prófa eitthvað nýtt. Það gekk ágætlega að læra á þetta nýja námsumsjónarkerfi, Canvas, en auðvitað þegar maður er að læra á ný kerfi þá koma upp einhverjir hnökrar og einhverjir hikstar og maður ekki alveg viss hvað maður er að gera strax. Ég kom hérna á námskeið á kennslusviðið og missti reyndar af fyrsta deginum og hélt þá að ég hefði eitthvað klúðrað þessu. En svo einhvern veginn rann þetta tiltölulega hratt. Og þetta er ótrúlega notendavænt kerfi. Ég held því fram og þá hugsa ég fyrst og fremst fyrir nemendur. Ég bara finn það á mínum nemendum, þau eru mjög ánægð með kerfið og mér finnst það líka sjálfri mjög þægilegt. Það sem ég finnst skemmtilegast við nýja Canvas forritið er í rauninni hvernig ég get skipulagt gögnin fyrir nemendur. Ég var í þessu að nota Ugluna eða Moodle þar sem að ég seti inn lestrarlista og kennslu áætlun og ýmis svona gögn og svo þurfa nemendur að sækja sér lestrarefnið inn á tímarit, inn á einhverjar aðrar slóðir. Oft var ég svo sem búin að útvega PDF og setja inn, en ekkert alltaf. En þarna leið og ég set inn að þau eigi að lesa eitthvað ákveðið efni, þá get ég tengt slóðina strax við og þau opna bara gögnin jafnóðum. Og þetta finnst mér algjör snilld við kerfið. Ég hef ekki langa reynsla Canvas, þetta er náttúrulega, ég er bara búin að nota þetta eitt misseri, en maður er strax farin að hugsa hvað aðrir möguleikar er í kerfinu og hvernig ég get mögulega að þróa þetta eitthvað áfram. Mér dettur í hug hópavinna, hvernig ég get notað, leyft nemendum að mynda sína eigin hópa innan kerfisins, nota það sem sitt samskiptakerfi líka. Annað sem að ég er með í minni kennslu er að ég er bæði með staðnema og fjarnema og mér finnst ég ná að tengja betur ólíkar þarfir þessara hópa inn í þessu kerfi en ég gerði áður í Uglunni. Þetta er eitthvað sem ég langar að þróa lengra og með hagsmuni nemenda í huga, bæði fjarnema og staðnema og reyna að finna lausnir sem að hentar ólíkum hópum.